Komið aftur sæl. Við ætlum að halda áfram í þessu myndbandi með froskana okkar. Muniði að við vorum komin með forrit þar sem við vorum einhver svona froska sem hoppuðu dálítið handahófskennt bara beint upp. En nú ætlum við að kynnast erfðum. Við ætlum að búa til annan klasa með aðeins skemmtilegri froskum og við ætlum að kalla hann klasa Superfrog og við segjum að hann erfi frá frog klasanum okkar. Þá talað að þessi klasi sé foreldri þessa klasa. Það sé að frog klasin verður það sem kallast superklass eða parent class fyrir þennan. Við ætlum að búa síðan til nokkur tilvik af þessum superfrog og við ætlum að búa hann til í sömu forritseiningu og frog og sjá hvort þetta verði ekki aðeins skemmtilegra forrit við þetta. Þannig að við skulum fara bara beint í frogs frogs klasan. Ég sagði ykkur að við yfirleitt það er hefð fyrir því að klasanöfn byrja á stórum staf. Það er líka hefð fyrir því að ef við aðgreinum orð, það er superfrog, ef það eru 2 orð þá byrja hvert orð á stórum staf og ég set ekki svona undirskor á milli eins og við gerum þegar við erum með aðferðir eins og þið munu sjá sannilega á eftir. Þannig að við byrjum class superfrog og hér set ég sviga og skrifa frog. Þannig hér er ég að segja ég ætla að búa þennan klasa til en hann er eins og þessi eða erfir frá þessum og við ætlum að búa til sömu aðferðir mun eftir öllu sem ég ætla að gera. Við skulum byrja á def init og hér skulum við setja þá self og x og y svona, þetta er nákvæmlega eins og aðferðin hér og við getum byrjað að skrifa super sví opnast sví lokast punktur underscore init underscore x, y. Í raun er ég bara að nota aðferðina sem ég var búinn að skilgreina. Það er að segja leið og ég skrifa þessa skipun þá er eins og ég sé að yfirskrifa þetta. Eins og ég ætla að breyta einhverju, þetta eigi ekki að vera eins. En með því að skrifa super það þýðir ok, taktu allt eða notum initfallið sem átti notum smiðsfallið úr frog en auk þess ætla ég bæta einni breytu við. Ég ætla að segja self vel x sama sem 0. Ég ætla líka að gefa þessum ofurfroskum hraða í x stefnu. Hvað ætlaði ég að gera fleira? Ég ætla að uppfæra jump fallið, ég ætla að gera define jump self má ég sjá ef ég ætla bara endurskrifa þetta alveg. Ég ætla ekki að nota neitt úr frog en þetta verður samt svipað. Ég ætla að segja ef y frosks er gólfið þá ætla ég að gera self vel y sama sem og self vel x sama sem. Ég ætla að segja hraðin í y stefnu sé mínus random tala á bilinu 20 til 30 þannig að hann hoppar aðeins herra, kannski nóg að segja gerum 15 til 25 en ég ætla líka að gefa honum hraða í x stefnu
og ég ætla að segja að sá hraði sé á bilinu -15 til 15. Það getur að hoppa bæði til vinstri og hægri. Ég var að sjá hvernig þetta kemur út. Ég að spá, ég þarf held ég ekkert meira. Gerum svona docstring hérna, smiðsfall fyrir ofur froska. Svona hérna aðferð til að láta ofur froska hoppa. Ok, þið sjá það, ég ætla ekki að útfæra hérna drófall hérna. Hér í aðalskráni, þar sem að við byggum til hérna venjulega froska, ég ætla að gera hérna, ég ætla að segja if random.rand int 1 til 5 er jafnt og 5, þá ætla ég að gera hérna myfrogs.append superfrog x,100 else svona, þannig að ef ég fæ random, ef ég fæ hérna eða hér eru 20% líkur á því að froskurinn sem ég bæti í listan er ofurfroskur, en annars sé 80% líkur á því að ég seti bara venjulegan frosk hérna inn. Ég ætla að prófa að keyra þetta, vonandi er ég ekki að gleyma neinu. Þeir eru engin að hoppa til býttu nú við, það er engin að hoppa til vinstri eða hægri. Hvað geti það að fara úrskeiðis hjá mér? Já, við eigum náttúrulega eftir að uppfæra x-nitið. Við þurfum að gera def hérna alveg eins og hér vorum með update. Við þurfum def update self svona, og hér ætlum við að gera if random.randint 1 til 100 ef að þetta er minni en 5 sem bara sé 5% líkur á að gera hann hoppi. Okay? Þannig að þá notum við hoppfallið bara eins og í froska, eins og í hérna frog klassanum. Reyndar getum við sennilega bara gert svona. Ég ætla að prófa þetta. Super jump. Nei, update. Svona, við ætlum bara, þetta þýðir það að gerði allt sem gert er í update fallinu af foreldrinu eða foreldraklassanum sem er frog-klassin, en við ætlum líka að gera með x-nitið. Við ætlum að segja hérna self x verður hérna hraðin í x-stefnu sinnum tíminn sem er 1 rammi plus hérna gamla x-nitið. Og við þurfum ekki að uppfæra hraðan í x-stefnu að því að hann er hérna fasti, að það er engin hröðun í x-stefnu. Ég var að sjá hvernig þetta kemur út. Þannig að sjáu það að ofurfroskanir er á fleygiferð.
Ef ég vill ekki láta þá hlaupa, því sjá að þeir eru líka að labba til hægri og vinstri, við þurfum þá að passa að þetta hér gerist ekki nema þegar hann er á lofti. Það er að við getum sagt svona, við getum sagt if self y er minna en floor, ef að froskurinn er á lofti, minna en átti þetta að vera, þá hreyfist hann. Prófum þetta. Og ég keyrði ranga skrá. Prófum þetta. Svona. Nú hoppa þessir ofurfroskar hérna til vinstri og hægri. Og það er handahófskennt hvort þeir hoppa til vinstri eða hægri. Við getum aðeins fiktað í því. Við skulum hérna í jump aðferðinni, þar skulum við segja ef self x, ef að x-nitið er orðið minn en 0, þá ætlum við að segja að hraðinn í x-stefnu á að verða random tala á bilinu 1 til 15. Annars, ef self x er stærri en breiddin á skjánum, ef hann er komin út af hægra megin, þá verður hraðinn í x-stefnu mínus þetta, þá látum við hraðan vera neikvæðan svo hann komi aftur inn á skjáin. Annars, þá skulum við láta hann hoppa bara annað hvort til vinstri eða hægri. Update fallið hérna, það vantar svona docstring þar, aðferð sem uppfærir staðsetningu ofur frosks, svona. Hvernig lítur þetta út? Nú hoppa þeir hérna, ef þeir hoppa út af, þá koma þeir aftur inn á alveg örugglega, eftir kannski smá stund. En þeir halda aldrei áfram að hoppa lengra í burtu. Og þið getið fiktað í þessum stærðum, þannig að þið viljið láta að hoppa eitthvað öðruvísi. Þið getið meira segja, eigum að sjá hvað gerist ef ég segi hérna self r saman sem 15 inn í init-fallinu fyrir ofurfrosk. Sjá hvort það breyti einhverju. Sjáðu, ofurfroskarnir eru þá stærri. Og ég ætla að benda ykkur á hérna í þessari skrá að við útfærðum initfall í báðum klösum. Ég lét initfall ofurfrosks erfa frá initfalli frosks með þessu super, en svo bætti ég einhverju við. Jumpfallið, ég lét það ekki erfa frá jumpfalli jumpfalli frosks, heldur bara bjóði til alveg nýtt jumpfall. Update fallið lét ég erfa frá update falli frosks, þannig að það er eins, en síðan smá viðbót, en taki eftir því að ég útfærði ekkert draw fall eða enga draw aðferð, af því að þær eru bara þá, hún er bara nákvæmlega eins, hún verður bara nákvæmlega svona fyrir ofurfroskana líka. En nú eru þið búin að sjá hvernig við búin til klasa. Okkar eigin klasa, þeir eru uppskriftir að hlutum, hver hlutur er sagður vera tilvik af klasanum, og þeir eru líka búin að sjá hvernig við látum klasa erfa frá öðrum klasa. Superfrog erfir frá frog. Já, ég held að við látum þetta gott heita í þessu myndbandi, þessum froskum. Ég ætla ekki að gera meira með þá, en að gera, fikta og breyta og bæta. En í næsta myndbandi þá held ég að ég byrji á svona einhverjum shoot 'em up
eða gameleik, einhverjum skotleik, fyrst við erum búin að kynnast klösum. Takk í bili.